Nú ætlum við að skoða hvernig við reiknum meðaltal út frá gögnum í Excel. Hérna erum við með gögnin úr Close grunnskjal. Við skulum bara taka þarna gagnatöflun okkar, afrita hana, búa okkur til nýtt blað sem við ætlum að færa hérna yfir á endan og við ætlum að skýra þetta miðja út frá gögnum og við skulum afrita þetta aftur hérna, afrita og líma þetta hérna inn. Þannig að nú erum við með þessa sömu töflu eins og við erum búin að vera með heiti bekkjar og fjöldi nemenda í bekknum. Og við ætlum að finna í þessu myndbandi, þetta verður mjög stutt, bara að finna hver er meðalfjöldi í bekk. Meðalfjöldi í bekk. Og venjulega ef við værum að nota gömlu aðferðirnar úr grunnskólanum þá myndum við leggja saman allar tölurnar og deila með fjölda. Í Excel er nú einfaldara að gera þetta bara með innbyggðri skipun. Við gerum hérna jafnt og average average, opnum sviga, veljum allar fjöldatölurnar þar sem við höfum gögnin og lokum sviganum og ýtum á enter. Þannig að meðalfjöldi nemenda í bekk þessu önnina er 22,79. Athugið, þetta megum við alls ekki gera ef við höfum bara tíðnitöflu til að vinna með. Sérstaklega hún er bilskipt, það má alls ekki nota average, það má ekki nota average, vonaði meðtækiði það má ekki nota average ef við höfum ekki gögnin sjálf. Það má bara nota þau ef við erum með gögnin sjálf. Það má bara nota average. En það er nú ekki flóknara en þetta. Meðalfjöldi bekk út frá skipinu average er 22,79.